Klukkan 6. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Miðflokkurinn heldur áfram að bæta við sig í skoðanakönnunum. Í nýjum þjóðarpúlsi Gallup mælist hann með 19 afsakið innilega. Þetta núna reynda ritstjóri minn sem var að koma til að lægja sig kasta þér undir rútuna. Heyrðu, nú skulum við byrja upp á nýtt. Við ætlum að hefja fréttalestur að nýju því afsakið innilega. Miðflokkurinn heldur áfram að bæta við sig í skoðanakönnunum. Í nýjum þjóðarpúlsi Gallup mælist hann með 19,5% fylgi sem 8% stigum meira en flokkurinn fekk í síðustu alþingiskosningum. Samfylkingin mælist líkt og verið hefur stærst og nú afsakið Erla, þú má bara snúaði við. Þetta hefur nú aldrei komið fyrir okkur áður. Jæja, Samfylkingin mælist líkt og verið hefur stærst og nú með rúmt 31% á bakvið sig. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 16,5%, Viðreisn 12,8%. Framsókn mælist á stærri en Flokkur fólksins, einn af stjórnarflokkunum 3 og mælist með 5,6%, en Flokkur fólksins með 5,2%. Aðrir flokkar myndu ekki ná inn á þing og yrði kosið nú samkvæmt þjóðarpúlsinum. Á þessum degi fyrir 107 árum varð Ísland fullvalda ríki með tilkomu sambandslagana svokölluðu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra viðraði nú síðdegis þá hugmynd hvort fullveldisdagurinn ætti að vera rauður dagur. Hún spurði vini og fylgjendur á Facebook hvað þætti og hvort hún ætti að bera þetta undir verkalýðshreyfingu og samtök atvinnurekenda. Hér áður fyrir var dagurinn frídagur í skólum og verslunum og var skrifstofum yfirleitt lokað eftir hádegi. Árið 1963 var síðan ákveðið með sérstökum kjaradómi að dagurinn skildi ekki teljast almennur frídagur. Skólar landsins gáfu nemendum frí allt til ársins 1995 en þá féllust kennarar á það með kjarasamningi að kennsluskylda yrði á fullveldisdaginn. Jæja, þá ætlum við að gera smá áheit og atriði og aðtúa hvort að við höldum ekki bara andliti Erla mín, það stundur sem þetta gerist. Já, ég held við verðum að útskýra þetta fyrir fólki. Hér sit ég með Mike eins og ég sé að fara að taka þátt í karaoke af því hann brotnaði af stönginni og þetta var bara aðeins svo mikið fyrir þreyttar konur eftir fullan dag í vinnu en svona getur gerst í beinni útsendingu. Nákvæmlega, en það nú spennandi af því þetta í beinni. Já, alvöru mannsins. Já, þú ætlar aðeins að fá að segja okkur frá því sem verður kvöldfréttum. Við skrifum það í gær í fréttum okkar að tæknideild og lögregla hefði verið á vettvangi í Kópavogi í bara lengri tíma í gær vegna andláts. Já, og þetta mál sem við fáum ekki miklar upplýsingar satt best að segja. Lögreglu barst tilkynningu meðvitundarlausan karlmann í íbúð á Kársnesi hádegisbil í gær fyrir gefðu. Afsakið, þetta er alvarlegasta mál. Maðurinn var fertugt og reyndist látin þegar að var komið afsakið innilega. Þetta eru bara ofskrýtnar aðstæður hérna í útastúdíu. Það er verið að rannsaka þetta mál og við erum ekki með miklar upplýsingar. Það er greinilega haldið þétta sér spilum lögreglan, þannig að við fjöllum þetta það sem við getum. Nú Dorit Musaev, fyrrverandi forsetafrú, var rænd á dögunum þar sem hún var í göngu London og við heyrum hljóðið í Dorit. Hún meiddist lítilega og hún hvetur Íslendinga til að fara varlega í borginni. Þá hittum við unga konu sem leita nú bróður sem hún hefur aldrei hitt. Hún var bara að horfa á blóðbönd á sín þegar hún hugsaði til þessa máls og fór að skoða málið út af því að faðir hennar sagði henni frá bróðurnum áður en hann féll frá. Þannig hún hefur alltaf vita af honum en hún veit ekki nafnas og hún greip til þess ráðs að auglýsa eftir honum á samfélagsmiðlum og við fáum að heyra söguna hennar. Já, það er bara þátturinn hefur mikil áhrif, er víst. Já. Og Kristján Már, hann kíkti á Reykjavík-flugvöll í dag en fyrsta áætlunarflugin Norrland Air til Vestmannaeyja sem átti að vera í dag var frestað vegna veðurs. Svo verðum við í beinni frá pakkaflóði í vöruhúsi Dropp
við skoðum nýtt merki þjóðkirkjunar, við ræðum við biskup og auk þess sem við verðum í beinni frá Árbæjarsafni þar sem haldið er upp á fullveldisdaginn með þjóðdönsum og harmonikkuleik. Og í sportbakkanum rýnum við inn í hann launasjóð ISI fyrir afreiksíþróttafólk og í Íslandi í dag hittum við Dagbjörtu Rúriksdóttur sem var langt leitt í fíkniefnaneyslu þegar hún fann trúna sem bjargaði líf hennar. Þetta þéttur pakki, heyri ég. Takk fyrir þetta, Erla. Kvöldfréttir verða á samtengdum rásum, Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu 6:30.